Þá það annað dagskrárliður. Það síðuskóli innkeyrsla. Sigurður Óli Sigurðsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fjórði liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 25. október 2017. Tillaga að breyting á deiluskipulagi í síðuskóla vegna breytingar á innkeyrslu á lóðina var auglýst frá 16. ágúst 2017 með athugasemdafresti til 27. september 2017. Auglýsingar birtust í lögbirtingarblaði og dagskránni. Skipulagsgögn voru aðgengileg í þjónustuanddyri Ráðhúss, Akureyrar og á heimasíðu bæjarins. 2 athugasemdir og 1 umsögn bárust. Skipulagsráð þakka fyrir innkomnar athugasemdir og óskaði eftir umsögn umhverfis- og mannvirkjasviðs umsögnina og athugasemdirnar. Skipulagsráð tekur undir svör umhverfis- og mannvirkjasviðs og telur ekki þörf á að breyta kynntir í skipulagstillögu og leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum. Sigurður Óli Sigurðsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég var nú bara að reka augun í þetta núna, bara svona fyrir 15 sekúndur síðan, að fylgjugögn með undir þessu máli, þau svo deiliskipulagsbreyting sem við fengum senda náttúrulega alls ekki svo deiliskipulagsbreyting sem send var í auglýsingu. Við erum eiginlega að samþykkja allt aðra deiliskipulagsbreytingu heldur en liggur fyrir skipulagsráði. Þetta bara rangt í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá skil ég ekki alveg samt þá breytingu hvað á hún að leysa? Hvað leysir það að færa hliðra götunu örlítið til? Það reyndar í tillögunni sem var auglýst frá skipulagsráði. Það að hliðrin aðeins til. Því að í gögnunum sem við fengum þá átti að vera sér innkeyrsla og önnur útkeyrsla. Það gömul tillaga sem var ekki samþykkt í skipulagsráði. Nú, vandamáli hér það að það eru bílar og fólk að mæta á sama stað á sama tíma. Það var mikið magn og þau eru öll að komast til burt á sama tíma. Þetta mjög algengt vandamál. Og við breytum því ekkert með því að hliðra götunu örlítið til. Erum við þá búin að leysa þetta? Nei. Það má ennþá taka vinstri beygir sem stoppa alla umferð. Ég átta mig ekki á því að hverju menn eru ekki tilbúinir að prófa það þegar menn eru að koma upp Arnarsíðuna og þú bannir einfaldlega vinstri beygju frá 7:30 til 7:45. Og ef þú kemur út úr síðuskóla og þú bannir vinstri beygju þar líka. Þá gengur umferðin miklu hraðar fyrir sig. Þú fer bara beint inn í akreinina og þarft ekki að þvera yfir. Því leiðu þarft að þvera yfir og ætla að taka vinstri beygju inn í byggðasíðuna og hvort sem þú ætla að fara til norðurs eða suðurs, þá stíflar allt. Allir orðnir brjálæðir fyrir aftan þig. 2 skilti, sennilega 50 skall stykkið, bannað að taka vinstri beygju, mál dautt. Nei, þá ætlum við að fara í hellingsjarðarask, breyta innkeyslunni sem kostar einhverjar milljónir og leysum ekki neitt. Mér finnst ekki sem er búin að leysa sleppisvæði inn á lóð síðuskóla. Mér finnst það bara vond til að ég veit að það tréð þarna sem tiltölulega mikið fyrir. Það hefur stundum verið klippt niður. Það ágætt að fjarlægja það bara. Ég hef ekki fengið almennileg svör og kannski getur ykkur svarað því af hverju menn voru ekki tilbúnir að prófa þessa vinstri beygju bönnun. Og það er líka hægt að gera annað. Fyrst að allir vilja koma hann inn á þessum tíma og menn hafa talað svolítið og við höfum talað svolítið það, bæði inn í skólanefnd á sínu tíma, að hliðra svolítið til hvernig við byrjum skólahald. Hvað myndi gerast ef við myndum breyta þannig að fyrstu 5-6 bekkir í síðuskóla myndi ekki byrja fyrir 8:30? Það var oft verið kallað eftir því.
jafnvel ekki fyrir 9. Því þeir sem eru að fara í leikskóla, þeir eru að fara klukkan 8 og þeir sem eru að skutla börnunum í skóla, þeir skutlaði mikið þá fyrir klukkan 9. Fullt af fólki er að fara í vinnu klukkan 8, það er líka fullt af fólki að fara í vinnu klukkan 7, það er líka fullt af fólki að fara í vinnu klukkan 9, fullt klukkan 10, sem eru í vaktavinnu og fara ekki til vinnu fyrir klukkan 4. Það má prófa einhverja svona leiðir áður en við förum í það að breyta svæðinu fyrir milljónir króna. Mér finnst það illa að fara með fjármagn. Ég er ekki til í þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Pétur Jón hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágæta bæjarfulltrúar, ég vil taka undir orð bæjarfulltrúa Breiðabæjar hérna. Fyrsta lagi þá erum við með kolröng gögn undir málinu, þannig að ég sé nú ekki betur en að það sé aðeins eitt til í þessu máli og það er bara hreinlega að fresta afgreiðslu og taka þetta fyrir aftur. Ég tek líka undir með Breiðabæjar hvað það varðar að mér finnst ekkit öll mál skoðuð í þessu samhengi. Við erum að fást þarna við tvær skólastofnanir sem að koma þarna hvor á móti annarri, annars er það leikskólinn í Króabóli sem að fólk fer niður Arnasíðuna til þess að koma börnunum inn í leikskóla sem bara eðlilegt. Hins vegar er það umferðin frá Síðuskóla sem er að koma út af stæði og getur þess vegna aldrei verið jafn rétthá umferð sem kemur upp götu. Og ég get alveg tekið undir það, ég sé ekki lausn í því að færa innkeysluna til norðurs eins og mér sýnist skipulagsráð hafi verið að samþykkja í þeim tillögum sem eru undir fundargerð skipulagsráðs. Þannig að ég sé bara eitt ráð í þessu þegar að fresta afgreiðslu. Ég hefði líka viljað fá nánari útfærslu á því hvað menn eru að hugsa þarna. Við erum að tala þarna með rándýraframkvæmd og við getum líka velti fyrir okkur okkur ekki hægt að koma upp sleppistæðum þarna á Bugðusíðunni eins og gert er í Naustaskóla eins og sumir bæjarfulltrúar hafa bent á í umræðum þetta mál. Ég held að það sé bara þess virði að skoða þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég legg fram tillögu það að fresta þessu máli til næsta bæjarstjórnarfundar. Þeir sem geta samþykkt það finnst gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.